Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á sameiginlegan fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og ungmennaráðs Dalabyggðar. Fundurinn haldinn hér í félagsheimilinu Dalabúð og hann opinn öllum. En ég vil bara geta þessi upphafi að fundurinn boðaður með skemmri fyrirvara en segir í erindisbréfi ungmennaráðs. En í ungmennaráði sitja Kristín Ólína Guðbjartsdóttir sem formaður þess, Baldur Valbergsson, Matthías Hálfdán, Ostenfeld Hjaltason og Alessandra Agla Jónsdóttir. Það eru 4 mál á dagskrá sameiginlegs fundar sveitarstjórnar ungmennaráðs og við göngum bara til auglýstar dagskrár og fyrsta mál úrbætur á skólalóð Auðaskóla. Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir viðstaddir. Ég heiti Kristín Ólína Guðbjartsdóttir. Mér langar að tala skólalóðin okkar. Fyrir það fyrsta myndi ég vilja sjá að lóðin afmörkuð og þá ég alls ekki að meina stóra girðingu með hliði, heldur litla lága girðingu sem myndi aðstoða yngstu börnin til þess að skilja lóðamörkin. Eins mætti aldeilis bæta og breyta aðbúnaði lóðarinnar. Við búum við svo vel að eiga skemmtilega og vel hirta leikskólalóð sem börnin una sér vel á. En svo byrjaðu í skóla og þá mjög leiðilegt að sjá hvað krakkarnir una sér ekki. Krakkar á yngsta stigi sem hanga bara og bíða eftir að komast inn. Frímínútur eiga að vera sá tími sem krakkar njóta þess að fá að leika sér frjáls og nota umfram orkuna sína. Svo þau mæti tilbúin í tíma og takist á við þau verkefni sem bíða þar. Mér þótti mjög gaman að sjá þegar ég kom heim núna í sumar að það var búið að mála leiki á stéttarskólalóðirnar. Mikið var gaman að sjá þessa vinsælu leiki okkar eiga þessa merktu velli og mikið óskaplega gaman að sjá liti á lóðinum því litir gera svo mikið á svæðinu eins og þessu. Ég myndi vilja sjá fleiri leiktæki á skólalóðinni, til dæmis kastala, rólur, rennibraut og í þess háttar. Það að byrja í grunnskóla á ekki að þýða að krakkar leiki sér minna og því finnst mér mjög mikilvægt að við eigum fallega, snyrtilega og umfram allt skemmtilega skólalóð þar sem tækifæri til leiks blasi við í hverju horni. Leikur jú víst besta leiðin til þess að læra, það segir mamma mín allavega. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kristín. Einhverju sem vil taka til máls varðandi úrbætur á skólalóð Auðaskóla? Ingibjörg. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Takk kærlega fyrir þetta erindi, Kristín. Virkilega gaman að hlusta á þig og ég svo sammála þér. Það svo skemmtilegt að sjá litina á skólalóðinni núna. Það var frábært verkefni sem miðstig grunnskólans stóð fyrir og þau hönnuðu sína eigin skólalóð og gerðu svo leiki á stéttina og bara notuðu sína sköpunarhæfileika til að endurbæta lóðina. Það var frábært að sjá það. Og ég vona að við sveitarstjórn fáum afrakstur af þeirra vinnu í hönnun á skólalóðinni til að vinna með lengra. Ég hef talað úrbætur á skólalóðinni frá því að ég kom í sveitarstjórn og ég alveg sammála að hún mætti alveg vera meira aðlaðandi fyrir leik einmitt. Krakkar læra mest í gegnum leik og eiga að vera sem mest úti að mínum mati. En mér finnst skemmtilegt að geta sagt frá því að við erum náttúrulega fara að taka skóflustungu að íþróttahúsi hérna á eftir og í framhaldi af því komið á fjárhagsáætlun hjá Dalabyggð að endurhanna skólalóðina og setja þar fleiri leiktæki. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá dagskrárliður 2, það eru forvarnarmál. Alessandra. Oddviti, sveitarstjóri og aðrir viðstaddir. Ég heiti Alessandra Agla Jónsdóttir og mig langar að ræða þörfina á forvarnafræðslu.
Nemendum í Auðaskóla finnst vöntun á forvarnarfræðslu í skólanum. Hingað til hefur verið ábótavant á forvarnarfræðslu fyrir unglinga í Dalabyggð. Án forvarnarfræðslu getur kallað til aukna áhættu hegðunar ungmenna í Dalabyggð sem eru illa upplýstir. Til dæmis hef ég ekki fengið mikla forvarnarfræðslu nema heima hjá mér. Ég er 14 ára og samnemendur mínir eru ekki allir með sömu upplýsingar gegn váefnum eins og eiturlyfjum, áfengi og lummum og fleiru. Það er því miður hópur sem gerir sér ekki grein fyrir afleiðingunum á efnunum sem ég nefndi hér á undan. Mér finnst þetta brýnt samfélagslegt verkefni sem allir þurfa að taka þátt í en við getum byrjað innan veggja skólans með aukina fræðslu og fá helst utanaðkomandi fræðslu sem getur upplýst okkur orsök og afleiðingar, fá betur skýringu hvað það er skaðlegt við þessi efni, hvað þetta gerir við líf og heilsu manns. Því köllum við eftir stóra aukningu fræðslu á þessu málefni. Að setja verð skýr stefna á forvarnarmálum fyrir ungmenni Dalabyggðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Alexandra. Fundarritari biður fundarhlé og við verðum við því. Þá höldum við áfram með sameiginlegan fund sveitarstjórnar og ungmennaráðs. Það voru hér tæknileg vandamál. En Alexandra hefur nýlokið hér framsögu sinni forvarnamál. Er einhverju sem vilja taka til máls varðandi þann dagskrárlið?
Ingibjörg. Oddviti, sveitarstjórn, ungmennaráð, aðrir tilheyrendur. Takk hérlega fyrir þetta, Alexandra. Já, ég láðist nú að segja áðan að ég er formaður fræðslunefndar og við höfum aðeins rætt og bara töluvert rætt í vetur forvarnamál í fræðslunefnd og verið að leita að fræðslu fyrir unglinga inn í skólan og það var til dæmis fræðsla fyrir foreldra í vetur en ekki fyrir unglinga. Þannig að ég bara vil þakka þér fyrir þetta erindi og ég ætla að taka þetta áfram inn í fræðslunefnd og auka forvarnastarf þar í gegnum skólan. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli. Oddviti, sveitarstjórn og ungmennaráð. Það er gaman að vera með ykkur á fundi. Alexandra, þetta var flott hjá þér erindið og ég myndi nú, ég ætla að leggja til að þetta verið tekið til umræðu við fjárhagsáætlun í haust. Þannig að mér finnst alveg einboðið að við getum bjargað einu barni frá því að lenda í einhverjum vandræðum út af einhverjum vanræktum forvörnum, þá eru þeim peningum vel varið. Og ég mun taka þetta inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla kannski bara að bæta við þetta, en sem sagt á fundi félagsmálanefndar í síðustu viku sem fer með forvarnamál í Dalabyggð, þá var þar til umræðu stofnun forvarnarhóps í Dalabyggð og það mál verður unnið áfram núna á haustmánuðum, en forvarnarhópar eru starfandi í öllum sveitarfélögum á Vesturlandi nema í Dalabyggð og það verkefni verður tekið áfram núna að loknu sumarfrí að manna og skipa forvarnarhóp með bara forvarnir í Dalabyggð að leiðarljósi. En þá er dagskrárliður 3, það er aukin áhersla á íþróttir barna. Baldur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjóri og aðrir viðstaddir. Ég heiti Baldur Halldórsson og ég ætla að tala um að auka íþróttaæfingar fyrir ungmenni í Dalabyggð. Mér persónulega finnst það alveg hræðilegt að sjá að það eru mjög fáar íþróttaæfingar, bæði fótbolta og frjálsíþrótta íþrótta. Að vera með æfingar skiptir svo rosalega miklu máli fyrir ungmenni í Dalabyggð því að það gefur þeim eitthvað grunn og eykur félagslífið. Það skiptir líka máli að mæta á æfingar og tómstundir sem er mjög stór partur af þeim. Ég stunda mikið íþróttir og hef farið á mörg mót, bæði fótbolta og frjálsíþrótta og hef eignast marga vini í gegnum þessi mót. Að vera í einhvers konar tómstund utan skóla hjálpa manni svo rosalega að skipuleggja sig og eyða tímanum. Svo líka eitt, ef þú byggir þetta íþróttahús, þá þýðir ekki að byrja bara með æfingarna þá þegar það er búið að byggja íþróttahúsið. Við verðum að byggja upp áhugann á íþróttum og tómstundum hjá krökkum. Svo þegar aðstæðan til íþróttaiðkunar verður orðin betri, munu stunda íþróttina eða tómstundina enn meira og þá koma fleiri krakkar með. Ef það verður að haldnar einhverja æfingar á næsta árum, þá er það líka ekki að hætta bara með æfingarnar ef að mæta bara 2 eða 4 á æfingu. Ég á mínum yngri árum mætti ofta á æfingar bara 1 eða bara með 2 eldri strákum, bara mikið eldri en ég. En samt voru alltaf æfingar í hverju viku og við verðum bara að sýna smá þrautseigju með þetta. Og ég geri mér alveg grein fyrir því að það sé erfitt að finna þjálfara af því við erum ekki svo mörg hérna í þessu sveitarfélagi. En þá er það nefnilega mjög mikilvægt að finna leiðir til að gangi að hafa æfingar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Baldur. Er einhverju sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Ingibjörg. Oddviti, sveitarstjórn, ungmennaráð, aðrir tilheyrendur. Takk fyrir þetta innlegg, Baldur. Íþróttir barna, já. Ég bara sammála, sko. Mér finnst íþróttastarf bara mjög mikilvægt fyrir börn. Það hefur rannsóknir sýna að börn hreyfa sig ekki nóg. Íþróttir stuðla að hreyfingu, stuðla að forvörnum. Íþróttir eru bestu forvörn sem ungmenni geta fengið, bestu forvarnir.
Það er búið að vinna frábært starf hér á síðustu árum hjá Íþróttafélaginu Undra að mínu mati. Það er verið að vinna og byggja upp áhuga hjá börnum í íþróttum en eins og þú segir, þetta tekur þrautseigju. Það þarf að halda áfram þó að það mæti 2 á æfingu, þá þurfum við samt að halda áfram. Og ég er alveg sammála. Og bara áfram veginn. Eitthvað fleira. Finna þjálfara og finna leiðir, já. Það eru alls konar leiðir og ég hef melt þessu mikið fyrir mig sjálf eins og til dæmis bara samstarf við önnur íþróttafélög að fá æfingar, uppsettar æfingar frá öðrum þjálfurum og svo geta þjálfarar hér framkvæmt æfingarnar ef einhver sem til dæmis treystir sér ekki til að sitja upp æfinguna sjálfur en getur keyrt hana. Þannig að það er alls konar möguleikar og ég hlakka til að halda þessu samtali áfram með ykkur. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þá förum við í dagskrárlið 4. Það er verkleg kennsla í Auðarskóla. Matthías. Oddviti, sveitastjóri og aðrir viðstaddir. Ég heiti Matthías Hálfdán Kóð Óstenfeldt Hjaltason. Ég er 17 ára gamall og ég býr á Hólum. Mér langar að tala list og verkgreinar. Skólinn okkar ákvað að breyta til núna á seinasta skólaári. Eins og ég er hrifinn af samþættingu þar sem verkgreinar blanda saman við bókleggreinarnar. Það þykir mér mjög mikilvægt að krakkarnir fái líka að fara í smíði, myndmennt og fá þar að skapa og hanna. Það er ósk okkar að aftur verði aukið við kennslu í þessum 2 greinum. Því eins og flestir vita hentar bóknám okkur misvel og því nauðsynlegt að bjóða upp á meira list og verkgreinum. Þetta ættu að vera skylduáfangar en ekki val, því að það þarf oft að hjálpa einstaklingum að finna sig í ýmsum greinum. Sjálfur átti ég mjög erfitt í þessum bóklega námi og fann hvað list og verkgreinar hjálpuðu mér mikið. Ég valdi þessa umræðu því að ég hef og heyrði frá krökkunum sem eru nú í skólanum að þau sakna þessa tíma. Leið og ég þakka fyrir mig vill ég óska eftir því að þetta verði endurskoðað fyrir næstu skólaár. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Matthías. Eru einhverjir sem vilja taka til máls varðandi þennan dagskrárlið? Ingibjörg. Oddviti, sveitarstjórn, ungmennaráð, aðrir tilheyrendur. Ég held bara áfram að tala. Takk kærlega fyrir þetta, Matthías. Verkleg kennsla finnst mér mjög mikilvæg og ég er svo fylgjandi því að það er ekki að sníða alla saman í sama stakk, að sitja og lesa bók. Þetta bóknám hentar ekki öllum og verknám er mjög mikilvægt nám í grunnskóla. Þannig að mér varst bara mjög áhugavert að heyra þína og álit annarra á verkkennslu í Auðarskóla og þetta mun ég taka áfram inn í fræðslunefnd með skólastjóra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Bjarki hefur beðið orðið. Oddviti, ungmennaráð, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Kæra þakkir fyrir þessi góðu innlegg og þessar góðu umræður ungmennaráð og gríðarlega dýrmætt fyrir okkur að fá nesti frá ykkur af því að öll þessi atriði sem að þið hafið klukkað hér á þessum fundi, úrbætur á skólalóð sem Kristín Ólína fór yfir, forvarnarmálin sem Alexandra Agla fór yfir, aukin áhersla á íþróttir barna sem Baldur fór yfir og síðan fór Matthías yfir verklegu kennsluna. Allt þetta gríðarlega mikilvæg atriði og ég ætla
aðeins að fá að klukka þessa liði hvert fyrir sig, eins og Matthías kom inn á, svo ég byrju nú á síðasta þættinum, að sem betur fer og góðu heilli hefur verið veitt gríðarleg innspýting í verknám á framhaldsskólastiginu á undanförnum misserum og við þurfum að taka tillit til þess eins og Inga kom inn á að fræðslunefnd að ræða og ég veit að skólastjóri, ég átti samtal við skólastjóra í morgun aðeins til að impra á þessum þáttum sem að hér eru til umræðu að það er svona verið að velta fyrir sér ákveðnum leiðum einmitt í þessa veru og skólinn veit það og við erum auðvitað í ákveðnum breytingum í fræðslumálum búin að vera núna undanfarið rúmt ár, þannig að þetta er bara einn fasinn af því en bara mjög gott að fá þessa brýningu hér. Varðandi íþróttaæfingar að þá tek ég heils hugar undir það sem Baldur nefnir. Að það er ekkert nóg að fá íþróttahús eða sundlaug, við þurfum iðkendur og það við getum byggt fullt af húsum og við erum með fullt af steypu en það er náttúrulega starfið sem skiptir máli og iðkendurnir að þeir fái sinnu og áhugamaður íþróttir sem ég að þá held ég að þetta skiptir gríðarlegu máli bara upp á lýðheilsu almennt og þá klukkar það og tala við þennan lið sem Alexandra kom inn á varðandi forvarnarmálin. Ægi íþróttum og reglusamt líferni skiptir máli og þar verða oft til fyrirmyndir en auðvitað er ekki bara fyrirmyndir í íþróttum, það er líka í listum og menningu og slíku. Þannig að þetta skiptir allt miklu máli og eins og Eyjólfur kom inn á að þá á síðasta fundi félagsmálanefndar þá fengum við heimsókn frá lögreglunni á Vesturlandi og erum að fara í samstarf með þeim varðandi skipan í forvarnarhóp og forvarnarstarf. Og ég get algjörlega tekið undir það að við megum bæta okkur í þeim efnum, eins og reyndar ýmsu öðru, en við erum að reyna að bæta okkur og þarna ætlum við að bæta í. Og að síðustu varðandi einmitt skólalóðina að nú erum við að taka í gegn anddyri skólans og hann verður málaður að utan og þannig að vonandi bætist þá ásýnd skólans að það skiptir líka máli að mannvirkin okkar séu vel hirt og það eykur þá líkurnar á bættri umgengni og virðingu þeirra sem mannvirkin ganga, það skiptir máli og síðan í framhaldinu þurfum við náttúrulega að huga lóðinni og eins og Inga kom inn á að við erum að fara í smá verkefni fyrir aftan og mun náttúrulega raska aðeins lóðinni en enga síður. Við þurfum að vanda okkur að bæði afmarka framkvæmdasvæðið og síðan að gera skólalóðina þannig að nemendur, að því að þetta verkefni tekur 1,5 ár, höfum það í huga, þannig að skólalóðin má ekki frjósa bara í millitíðinni, við þurfum að huga henni, þannig að við reynum að gera það besta úr aðstæðum hverju sinni. En bara kæra þakkir krakkar aftur fyrir þessa góðu punkta og eru gott nesti fyrir okkur í vinnunni í framhaldi og það styttist í, þó við séum nýbúin að gera fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, að þá það allt í einu hálfnað, þannig að við erum að hefja þá vinnu núna innan 2 mánaða að huga fjárhagsáætlun næsta árs, þannig að við höfum þessa góðu áherslupunkta frá ykkur, bara kæra þakkir. Takk fyrir þetta innlegg, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka þeim máls? Garðar? Oddviti, ungmennaráð og sveitarstjórn, takk hérlega fyrir öll þessi innlegg og þetta er klálega allt saman eitthvað sem við munum taka með okkur í áframhaldandi vinnu. En langar að koma þess inn á Matti með verklegu kennsluna í skólanum að ég vil taka undir það að þetta er mjög mikilvægt að þessu námi hefur, eins og Bjarki fór yfir, hefur lyft mikið upp á framhaldsskólastigi og við þurfum að passa vel upp á þetta á grunnskólastiginu líka og það sem ég held að við getum gert til viðbótar líka er eins og vinnuskólinn hefur verið að gera síðustu ár, tenging við atvinnulífið og ég held að sé hægt að gera það með sterkari hætti líka inn í grunnskólanum í valfögum eða ákveðnum fögum að hvort sem að það sé farið inn í fyrirtækin eða það koma inn menntaðir einstaklingar úr fyrirtækjunum inn í skólan og bæta tenginguna þannig á milli iðnaðarins sem er á svæðinu og skólans. Þannig ég held að það styrki bæði skólan og iðnaðinn á svæðinu. Takk.
Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er dagskrá þessa sameiginlega fundar sveitarstjórnar ungmennaráðs tæmd, en að lokum þá gerir það tillögu minni að við vísum öllum þessum 4 málum til afgreiðslu í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það er sveitarstjórn samþykkir það. Ég vænti þess að ungmennaráð sé líka samþykkt því. En þá segi ég bara sameiginlegu fundi ungmennaráðs og sveitarstjórnar Dalabyggðar slitið og við gerum hér fundarhlé núna þar til fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar hefst núna á eftir.
Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á 247. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Hann er haldinn núna þriðjudaginn 11. júní en ekki á fimmtudegi eins og samþykktir Dalabyggðar segja til um. Í tilefni þess að í dag eru 30 ár síðan sveitarfélagið Dalabyggð var til. En það var til við sameiningu Suðurdalarhrepps, Haukadalshrepps, Laxárdalshrepps, Hvammshrepps, Fellstrandarhrepps og Skarðshrepps. Árið 1998 bættist svo Skógarstrandarhreppur við og Saurbæjarhreppur bættist svo við árið 2006 og sveitarfélagið hefur verið í þeirri mynd þá frá árinu 2006 og þetta er semst 247. fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Áður við göngum til auglýstar dagskrár þá legg ég til að fundargerð byggðarráðs, fundur nr. 323, fundargerð 323. fundar byggðarráðs verði bætt á dagskrá og það verði dagskráliður 12. Aðrir liðir í útgefin dagskrá færist til samkvæmt því. Einhverjum vill ræða það. Svo er ekki þess sem samþykkir því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er fyrsti dagskráliður, það er kjör oddvita og varaoddvita en það á að kjósa oddvita og varaoddvita til 1 árs í senn. Ég sjálfur hef verið oddviti síðastliðin 6 ári í Dalabyggð og hef ákveðið að gefa ekki kost á mér áfram til að vera oddviti sveitarstjórnar en mun sitja áfram í sveitarstjórn og ég geri það tillögu minni að Ingibjörg Þórhanna Steinadóttir verði kjörin oddviti til 1 árs. Einhvers vill ræða þá tillögu? Svo er ekki, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða og þá ætlum ég bara að bjóða þig velkomin til að stýra fundi, Ingibjörg. Takk fyrir Eyjólfur og takk fyrir traustið. Ég hlakka til að halda áfram að vinna með ykkur sveitarstjórn og þakka Eyjólfi kærlega fyrir góð störf en mjög glöð að hann sitji hér áfram með okkur. Þá er það bara næst að kjör á varaoddvita og fyrir fundin liggur tillaga að Þuríður Jóni Sigurðardóttir verði varaoddviti. Einhvers vill ræða það? Svo er ekki, þeir sem eru samþykktir tillögunni gefið merki. Þá förum við bara í dagskrárlið nr. 2 sem er kosning aðal- og varamanna í byggðarráð sem á formanns- og varaformanns byggðarráðs. En samkvæmt 27. grein samþykkta Dalabyggðar skal kjósa 3 aðalmenn og jafnmarga varamenn í byggðarráð til 1 árs. Einnig þarf að kjósa árlega formann og varaformann byggðarráðs. Fyrir fundin liggur hér tillaga að Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Garðar Freyr Vilhjálmsson og Guðlaug Kristinsdóttir skipi byggðarráð. Hversu vill ræða þá tillögu? Svo er ekki, þeir sem eru samþykktir henni gefið merki. Og fyrir fundin liggur tillaga að varamenn verði Þuríður Jóney Sigurðardóttir, Einar Jón Geirsson og Ingibjörg Þórhanna Steinadóttir. Hversu vill ræða þá tillögu? Þeir sem eru samþykktir henni gefið merki. Og fyrir fundin liggur fyrir tillaga að formaður byggðarráðs verði Skúli Hreinn Björnsson. Hversu vill ræða þá tillögu? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, til hamingju með embættið. Ég ætla bara aðeins að leiðrétta, ég er Guðbjörnsson, ekki Björnsson. Afsakið. Innilega velvirðingar. En þeir sem eru samþykktir að Skúli verði formaður byggðarráðs gefið merki. Fyrir fundin liggur tillaga að varaformaður verði Garðar Freyr Vilhjálmsson. Þeir sem einhvers sem vil ræða þá tillögu? Vonandi fór ég með nafnið þetta rétt. Þeir sem eru samþykktir gefa merki. Þá er það staðfest. Þá er það dagskrárliður nr. 3. Fundur sveitarstjórnar sumarið 2024. Fundur sveitarstjórnar í júlí fellur niður vegna sumarleyfa. Næsti fundur sveitarstjórnar verður 15. ágúst. Og meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur samanber 32. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar nr. 391/2018 með síðari breytingum. Hvers vill ræða þetta mál? Þeir sem eru samþykktir því gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður nr. 4, mál nr. 24
5.014 fjárhagsáætlun 2024 viðauki 3. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að byrja á að óska nýkjörnum oddvita til hamingju með embættið og vænti góðs samstarfs áfram þó að embættið sé orðið annað og leið og ég þakka fyrrverandi oddvita fyrir afar góð samskipti og góð störf og tek undir orð Ingu að það fagnaðarefni Eyjólfur hverfi ekki að vettvangi sveitarstjórnar heldur haldi áfram með okkur þessum mikilvægu störfum. Einnig óska ég nýkjörnum byggðarráðsmönnum, aðal- og varamönnum, formanni og varaformönnum til hamingju með embættin og ég er viss að okkur mun auðnast að halda vel á málunum áfram og góðu samstarfi. En erindið hér uppi að fara yfir tillögu að viðauka 3 í fjárhagsáætlun ársins 2024 sem byggðarráð afgreiddi á fundi sínum í gær. Og í stóru myndin er það að útgjöld í A-hlutanum okkar er að hækka 31,6 milljónir út frá þeirri áætlun sem við erum að vinna út frá, en tekjurnar okkar í B-hluta er að hækka 34,7 milljónir, þannig að samtalsbreytingar í A- og B-hluta eru til hækkunar á handbæru fé 3,1 milljón. Stærstu liðirnir í útgjaldaþættinum í A-hlutanum okkar eru gjöld vegna barnaverndarmála er að hækka 27 milljónir. Það voru mistök í áætlanagerð varðandi ræstingar sem eru þá að hækka hér og leiðréttist hér með upp á 1,2 milljónir. Síðan er það í rauninni færslur inn og út vegna styrk sem við fengum til endurbóta á Guðrúnarlaug upp á 2,7 milljónir. Þannig að það í rauninni sléttast út sá liður og síðan erum við að hækka framlög til menningarmála vegna lýðveldisafmælis og 30 ára afmælis Dalabyggðar sem við höldum upp á saman 17. júní næstkomandi. Þar erum við að hækka útgjöld 750.000 og síðan gjöld til menningarmála hækka sömuleiðis vegna aðkomutákns við innkomuna í Búðardal og þar er 2 milljónir ræða. Og það verk sem varð hlutskarpast verður frumsýnt reyndar á mynd, ekki í raun stærð en í mynd og í rauninni hver er höfundur þess við hátíðarhöldin 17. júní. Og það var dómnefnd sem valdi, en það verður líka spennandi fyrir okkur sem sátum í dómnefndinni hver er höfundur þessa verks, því við erum ekki búin að sjá það og það verður í lokuðu innsigluðu umslagi opnað hér á hátíðarhöldunum 17. júní. Þannig að ég eins og allir aðrir er mjög spenntur að fá að sjá hver er höfundur þessa skemmtilega og metnaðarfulla verks sem við fáum síðan að sjá á mánudaginn kemur, 17. júní. Heyrið, en varðandi B-hlutann, þá er stærsta breytingin þar er að vegna sölu á ljósleiðarunum, þá myndast söluhagnaður upp á rúmar 38 milljónir og áætlaðar afskriftir lækka 3,7 milljónir og líka áætlaðar tekjur lækka vegna heimatryggingar ljósleiðarkerfisins. Þetta hangir allt saman 7 milljónir. Þannig að eins og fyrr sagði, gjöldin er að hækka 31,6 milljónir, tekjurnar að hækka 34,7 sem þýðir það að við erum að fá 3,1 milljón rúmlega í hærri tekjur og aukum þar með handbært fé. Legg þessa tillögu hér til afgreiðslu og staðfestingar sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þeir sem eru samþykktir viðaukanum gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5, númer 24.06.005, íþróttamannvirki Búðardal 2024. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Við erum hér með til afgreiðslu og staðfestingar stærsta verkefni sem Dalabyggð hefur farið í frá upphafi. Verkefni sem hefur verið gert nokkrar atrennur í gegnum árin, en við erum komin hingað að við erum hér með til afgreiðslu drög að verksamningi við eitt varðandi verkefnið sem í rauninni við hófum viðræður við eftir
kosningar vorið 2022, sveitarstjórnarkosningar, en bara svo ég reki aðeins tímalínuna að eins og ég sagði þetta hafa verið nokkrar atrennur að því að reyna að koma á stað framkvæmdum við íþróttamannvirki hér í Búðardal. Okkar íþróttamannvirki eru og hafa verið að Laugum í Sælingsdal á þeim einstaka stað, en auðvitað það handhægara að íþróttamannvirki séu í nálægð við skóla, leik- og grunnskóla og í þéttbýlinu. Þannig að ég tel að þetta sé mikið hagsmuna og framfaramál fyrir Dalabyggð. En það var stofnuð byggingarnefnd í ársbyrjun 2022 sem að hóf störf í febrúar, sem að leiddi til þess að alútboð fór af stað í kjölfarið, og miðjan í maí, það sem 13. apríl 2022, þá óskaði Dalabyggð eftir tilboðum í framkvæmdina, íþróttamiðstöð í Búðardal, og byggt á hönnun Alark-arkitekta sem hafa haldið utan verkið og í rauninni fylgt því áfram, þannig að þeir eru hönnuðir þess mannvirki sem við erum að fjalla hér í dag. Í stuttu máli að það skilaði enginn inn tilboðum í tengslum við þetta alútboð, og svo í hönd fóru kosningar með undirbúningi fyrir þær og síðan kosningar í embættir og annað, þannig að 2. júní 2022 tók núverandi sveitarstjórn til starfa, þannig að við erum í hálfleik, má segja, á kjörtímabilinu. En síðan þegar að sveitarstjórn hóf störf og ég kom til starfa hér 1. ágúst 2022, þá í rauninni var ákveðið í kjölfarið að byggðarráð tæki í rauninni við hlutverki byggingarnefndar, og við hófum þreifingar á því hvað væri hægt að gera og æskilegt að gera, og fengum lögfræðiálit í kjölfarið á þeim vangaveltum okkar, sem í rauninni opnaði okkur að við töldum leið, og við værum í fullu rétti að á grunni alútboðsgagnanna gætum við hafið samtal við verktaka. Og við fórum í samtal við Eykt sem það hvort að það öfluga fyrirtæki sem á sér langa sögu og farsæla, hvort að það fyrirtæki væri tilbúið í þetta verkefni með okkur hér í Dölum, sem leiddi til þess að 14. október 2022 var undirrituð viljayfirlýsing við Eykt þetta verkefni. 1. febrúar 2023 lagði verktaki fram tilboð í verkið, byggðum á þessum fyrrgreindum hönnunargögnum, en með ákveðnum tilfærslum á gluggasetningum og öðru. En síðan náttúrulega fór allt á hliðina á fjármagnsmarkaði eins og við vitum flest, sem gerði það að verkum að við ákváðum aðeins að doka við, en engu að síður héldum við áfram hönnunarvinnu og að fara yfir verkið, þannig að í dag erum við í rauninni með full hannað mannvirki og þeirri vinnu lauk núna síðustu áramót. Þannig að við erum með, að ég tel, allavega belti og jafnvel axlabönd varðandi þetta verk, en engu að síður þurfum við að vera mjög vel á varðbergi varðandi allt sem snýr að mögulegum viðbótar og eða aukaverkum. Þannig að við erum hér með til afgreiðslu verksamning við Eykt sem hljóðar upp á 1.232.000.000 rúmar, og það náttúrulega það sem verður vendipunktur, svo ég nefni það nú og muni til því, að þann 29. maí fengum við staðfestingu á því frá stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga að lánasjóðurinn væri tilbúinn til að fjármagna verkefnið. Að við hefðum aðgang að 950 milljóna króna láni frá lánasjóðnum, langtímafjármögnun, lánstími til 31 árs, sem við áætlum að ganga á í 3 atrennum, það er að segja í árslok 2024, mitt ár 2025 og svo við verklok í byrjun árs 2026. Verklok eru áætluð 4. febrúar 2026 og þá eigum að fá lykla að mannvirkinu tilbúnu. Eins og ég sagði, það verður vendipunktur 29. maí þegar við fengum þessa staðfestingu frá lánasjóðnum og Eykt var tilbúið í slaginn áfram, og við demdum síðan í loftið verðkönnun til eftirlitsaðila, og það lá niðurstaða fyrir í þeirri verðkönnun á föstudaginn var,
og fyrir liggur hér einnig til samþykktar og staðfestingar samningu við Eflu þann þátt. Þannig að það eru í rauninni 2 samningar sem að sveitarstjórn þarf að fjallum og vonandi staðfesta á þessum fundi. Það er að segja samningur við Eykt EHF varðandi verkefnið stóra og mikilvæga og síðan við Eflu varðandi eftirlitsþáttinn og byggingarstjórnina sem okkur ber að hafa tilgreindan, skilgreindan fulltrúa í. Þannig að svona vildi ég fylgja þessu mikilvæga og stóra verkefni úr hlaði og ég vil líka í leiðinni nota tækifæri og þakka í rauninni sveitarstjórn, kjörnum fulltrúum, starfsmönnum Dalabyggðar og öllum þeim sem hafa komið að þessum undirbúningsfasa öllum. Kærlega fyrir þeirra og ykkar aðkomu sem hefur verið ómetanleg og í rauninni sú samheldni sem hefur myndast meðal kjörinna fulltrúa, af því aftur verkefnið stórt og það mun taka í budduna og líka taka í á framkvæmdatíma í starfsemi leik- og grunnskóla, en ég svo sannfærður að okkur auðnast að halda vel á þeim verkefnum öllum og höfum í huga að allt tekur enda, bæði framkvæmdir og eins að greiða upp lán. Það tekur allt sinn tíma en framkvæmdatíminn verður miklu styttri heldur en endurgreiðslutíminn á láninu. Þannig að en ég held að þetta verði og er sannfærður að þetta er mikið framfaraskref. Við heyrðum í ungmennunum áðan hvað þau lögðu áherslu á og þetta verkefni hér sem er lýðheilsumál talar algjörlega inn í þær áherslur. En ég svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn, aðrir tilheyrendur. Ég held að þetta verði framfaraskref fyrir Dalabyggð að fara í þetta verkefni sem er að vísu alveg gífurlega stórt á mælikvarða svona lítil sveitarfélags. En ef maður gerir ekki neitt, þá gerist ekki neitt. Þannig að við skulum bara vera ákveðin í að klára þetta á örstuttum tíma, fara að nýta þessi mannvirki í síðasta lagi í febrúar 26 og ég held að við getum verið stolt af því í dag að þetta sé komið á þennan stað. Ég held að ég hef farið í þessa byggingarnefnd bara í upphafi og þá fengum við tillögur frá hóp sem hafði unnið að þessu áður og ég vil fullyrða að þetta verkefni hefur bara vaxið og þróast og gert sveitarfélagi bara stoltar af því þegar það er búið því að í þeim tillögum var til dæmis bara 16,67 metra sundlaug. Við ætlum að gera þetta almennilega og hefum 25 metra laug. Þannig að ég held að þó að þetta verði risaverkefni og mikið verk að borga, þá er ekkert mál að borga þetta því að fjölga svo fólki við að klára þetta verkefna við fáum bara miklu meiri tekjur. Takk fyrir. Takk, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir gestir, til hamingju með daginn Dalabyggð. Þetta er stórt verkefni og það er búið að vera þó nokkuð þrautaganga að komast að þessum degi í dag. En ég held að við höfum nýtt tíman mjög vel og svo umgerð sem er búið að setja og í kringum þetta verkefni held ég að muni ýta vel og bör. Þannig að þetta verði okkur til sóma. Þannig að ég held að við getum verið stolt af þessu í framtíðinni og þetta verði efling fyrir sveitarfélagið. Þannig að ég held við séum á góðri leið. Takk. Takk, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir góðir gestir. Þetta er sannarlega gleðidagur í dag og stórt verkefni sem við erum vonandi að fara að samþykkja og ýta hér úr vör. Ég vil bara þakka sveitarstjóra og starfsmönnum Dalabyggðar og sveitarstjórn fyrir að hafa unnið svo ötullega að þessu verkefni. Því ég held að sé
sennilega ekkert mannvirki sem að fara í byggingu núna á Íslandi sem búið að rýna jafn oft og labba jafn oft innan í tölvu áður en byrjað á því. Og ég held að sé búið að fyrir vikið verði framkvæmdavinnan miklu öflugri og miklu betri. En ég vil líka minna íbúa Dalabyggðar á, þó að þetta séu stórar tölur, að við höfum tekið vel til í rekstri Dalabyggðar á síðustu árum. Við erum ekki lengur að reka hjúkrunarheimili og ég ætla bara að minna á það að það ekkert mörg ár síðan við afskriðum 300 milljón króna tap, uppsafnað tap á rekstri þess. Það árar líka vel að við erum að klára afborganir á mörgum langtíma lánum á þessu ári, þannig að það er svigrúm til þess að taka ný lán. Þannig að þó við förum í þessar framkvæmdir þá er það ekki að koma niður á öðrum framkvæmdum sem við þurfum að ráðast í og það verður hér áfram öflugt og gott samfélag og ég held að styrkist og verði enn betra að framkvæmdu loknum. Takk fyrir. Takk Eyjólfur. Fleiri sem vil taka til máls? Sjálfur langar mig bara að taka undir með öðrum sveitarstjórnarmönnum og sveitarstjóra. Þetta er gleði dagur í Dalabyggð og þakkir til sveitarstjóra og starfsmanna og alla annara sem hafa komið að þessu verkefni. Ég held að ég sé ekkert ýkja að það hafi svona blóð, sviti og tár svolítið fyllt þessu verkefni. Loksins er skóflustunga eftir, hvað ég er spennt. En þá ætla ég að leggja fyrir fundinn samning við Eykt til samþykktar. Þeir sem samþykktir samningnum við Eykt gefa merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Þá legg ég fyrir fundinn samning við Eflu vegna umsjónar og verkeftirlits í samræmi við niðurstöðu verðkönnunar. Þeir sem eru samþykkir samningnum gefa merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Þá förum við í næsta dagskrárlið númer 6 sem er sameining sveitarfélaga. En framlegt er minnisblað frá vinnuhópi sem skipaður var til að eiga samtal mögulega sameiningu sveitarfélaga á Snæfellsnesi með aðkomu Dalabyggðar. Mér langaði aðeins bara að byrja þar sem ég var í þessum starfshópi að segja frá vinnunni áður en ég gef ykkur orði. En eins og fram kemur í minnisblaði frá hópnum var ég hluti af hópi sem var skipaður af sveitarfélögum á Snæfellsnesi og í Dalabyggð til að ræða sameiningamál. Hópurinn hélt 3 fundi. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi undirbjó og tók þátt í fundunum. Það var farið yfir fjárhagsstöðu sveitarfélagana, hvað af lögbundinni þjónustu sveitarfélögin sinna sjálf og hverju er úthýst með til dæmis byggðarlögum eða aðkeyptri sérfræðiþjónustu. Í stefnumótandi áætlun málefni sveitarfélaga er lögð lykiláhersla á að sveitarfélögin séu sjálfbær og stór hluti af skilgreiningu á sjálfbæru sveitarfélagi er að sveitarfélagi geti sinnt lögbundnum verkefnum og rekstur sveitarfélagsins sé traustur. Minnisblaðið sýnir að rekstur sveitarfélagina á Snæfellsnesi og Dalabyggð er í nokkuð góðum málum. Þá er þarna inni tölur stuðning innviðaráðuneytis sem búast mætti við fyrir hvert sveitarfélag við sameiningu. Mér langar til að benda á að tala fyrir Dalabyggð er byggð ársreikningi fyrir 2023 og þar af leiðandi tekur ekki mið af lántökunni sem við erum að áætla á þessu ári. Og þar af leiðandi yrði framlag Dalabyggðar hærra heldur en segir í minnisblaðinu ef gengið til sameiningar á næstu árum. Á fundunum var farið yfir helstu tækifæri og áskoranir sem felast í sameiningu. Almennt benda rannsóknir til þess að tækifærin felast meðal annars í að geta staðið framar við veitingu lögbundinnar og eftirsóknarverðrar, það er ólögbundinnar þjónustu og rekstrar hagkvæmni. Sameiningu fylgja alltaf áskoranir, til dæmis vegna fjarlægari stjórnsýslu, víðfeðmni sem við þekkjum vel í Dalabyggð, marga byggðakjarna og jaðarbyggðir gætu átt undir högg að sækja. Þættir sem hafa haft áhrif á sameiningar er meðal annars hefð fyrir samstarfi og getu íbúa til að samsvara sig með íbúum sameinaðs sveitarfélags. Þannig auðvitað snýst umræðan hver ávinningur hvers sveitarfélags verður við sameiningu og hverju þyrfti hugsanlega að fórna. Þetta eru umræður sem komist ekki langt á 3 fundum hjá nefndinni og er að mínu mati nauðsynlegar áður en hægt er að meta hvort sameining sé fýsileg eða ekki. Afla þarf frekar upplýsinga, vinna gögn til að meta frekar tækifæri og áskoranir sameiningar sveitarfélaga á Snæfellsnesi og Dalabyggð og eiga samtal við íbúa með upplýsingar í höndunum hvað sameining myndi þýða fyrir þau. Þess vegna var niðurstaða hópsins að leggja til að hafnar verði óformlega viðræður sameiningu sveitarfélaga. Þetta var sem sagt, svona bara samantekt, en svo langar mig að bara segja mína skoðun, ef ég má taka til máls. Á ég kannski að leyfa ykkur fyrst.
Má ég fyrst? Að því sögðu tel ég að sameining Dalabyggðar við öll sveitarfélögin Snæfellsnesi sé ekki fýsileg að svo studdu, að minnsta kosti, og þá helst vegna þess að þau vinna nú þegar mikið saman í gegnum byggðasamlög sem Dalabyggð ekki hluti af. Og ég hrædd að Dalabyggð kæmi þar inn og þyrfti að aðlaga sig að hlutunum eins og þeir eru hjá þeim í dag, en hefði ekki nógu mikið til málanna að leggja við mótun nýs sveitarfélags. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur, ég ætla nú bara að vera sammála Ingu í þessu máli. Ég get ekki svona fyrir mitt leyti séð allavega hvað við værum að fá út úr því að fara að sameinast á Snæfellsnes. Ég held svona, ef ég tala bara hreint út frá mér, þá er mjög gott að þau kannski reyna að sameinast fyrst innbyrðis og geta kannski boðið okkur svo með. Takk. Takk, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir góðir gestir, ég bara tek undir með oddvita og Skúla að ég sé ekki svona í fljótu bragði hverjir kostirnir eru að fara í óformlegar viðræður að svo stöddu. Þannig að ég myndi styðja það að það er ekki farið í þær. Takk, Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Það langar mig í ljósi umræðina að leggja til að bóka að í ljósi umræðina sér Dalabyggð sér ekki fært að taka þátt í óformlegum sameiningaviðræðum við sveitarfélög á Snæfellsnesi að svo stöddu. Þeir sem eru sammála því, gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í næsta lið, samningur dagskrárliður 7, nr. 24.06.011, samningur afnot slökkviliðs af líkamsrækt. En þann 5. júní var undirritaður samningur milli Dalabyggðar og Ungmennafélagsins Ólafs Pá varðandi afnot starfsmanna slökkviliðs Dalabyggðar af líkamsræktarstöð félagsins. Það er vilji Dalabyggðar að búa yfir vel þjálfuðum og hraustum starfsmönnum innan raða slökkviliðsins og er samningurinn liður í að efla bæði þá sem þar starfa sem á einstaklinga en einnig liðið í heild. Þannig mun Ungmennafélagið afhenda starfsmönnum slökkviliðsins lykil sem þeir einir geta notað gegn 150.000 krónum styrk til félagsins ár hvert. Búið er að gera ráð fyrir upphæðinni í viðauka. Lagt er til við sveitarstjórn að staðfesta samninginn. Hversu vilja ræða samninginn? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti og sveitarstjórn, ég vil bara fagna þessum samning. Það er algjörlega nauðsynlegt að slökkviliðsmennirnir okkar hafi aðstöðu til þess að ná sér upp í þrek og þol. Ég kannast sjálfur við hvernig þessi vinna er, var slökkviliðsstjóri í 15 ár og það er ekki fyrir hvert sem er að vera til dæmis reykaveri. Þar þarf virkilega að hafa gott þol og þrek og þessi aðstæða sem að þeim er boðið upp á með þessu er bara glæsilega. Þannig ég styð þennan samning. Takk. Takk, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég samninginn til staðfestingar við sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykktir samningnum gefi merki og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 8, Ólafsdalur, breyting á gildandi deiluskipulagi. Gjörðu svo vel, Gulla. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Minjavernd hefur óskað eftir breytingu á gildandi deiluskipulagi í Ólafsdal sem reyndar kallar á breytingu á aðalskipulagi og við afgreiddum það þannig að þeim væri óhætt að þetta færi í auglýsingu. Þannig að við fáum þá viðbrögð annarra við þessum fyrirhuguðu breytingum. Á sama tíma bárust okkur upplýsingar það að Minjastofnun hefur uppi áform friðlýsingu Ólafsdals
og mun vinna það í samráði við hlutaðeigendur. Þannig að einhverja breytingar verða þarna en við eigum aðeins eftir að sjá hversu miklar en sáum ekki ástæðu til annars en að leyfa auglýsingu. Takk Gulla. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykktir breytingunni gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður nr. 9, umsókn framkvæmdaleyfi vegna skógræktar í Ljárskógum. Gjörðu svo vel Gulla. Oddviti sveitarstjórn og tilheyrendur. Í Ljárskógum er fyrirhuguð skógrækt sem er í auglýsingaferli hjá Umhverfisstofnun og öðrum. Það sem þeir eru að óska eftir núna er einungis að bæta við skógrækt innan 52,6 hektara svæðis. Samtals reikna þeir með að geta plantað í 45,4 hektara. Þeir þurfa að taka tillit til bæði votlendis og fornminja. Þannig að það er allt saman sem sagt skráð inn í ræktunaráætlunina hjá þeim. En það sem þeir eru að hugsa er skógrækt austanverðu við þjóðveginn sem að myndar það aðeins skjól niður á Ljárskógaströndina þar sem að uppbygging er að hefjast. Takk fyrir þetta Gulla. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist það ekki vera. Þeir sem eru samþykkir breytingunni gefa merki. Samþykkt samhljóða. Framkvæmdaleyfið. Þá er það dagskrárliður nr. 10, nr. 24.05.008, umsókn framkvæmdaleyfi vegagerð á Hömrum. Gulla, tekur þetta ekki líka? Gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórn og tilheyrendur. Eins og flestum er kunnugt að þá urðu eigendaskipti á Hömrum í Laxárdal núna á síðasta ári og þar er hafin ákveðin uppbygging og til þess að það sé hægt að komast þar að og halda áfram og það þarf jú veg þar. Það er vitamál að vegurinn mun að einhverju leyti liggja í gegnum fornleifar. Þær eru til skráðar og er unnið sem sagt sá sem hefur umsjón með fornleifum á Vesturlandi er búinn að fara yfir málið og þetta verður unnið í samstarfi við hann, eru farið í gegnum garðlög og þeir setja sig ekki upp á móti þessum framkvæmdum, bara að þau komi fram ef það verið teiknuð upp og sett fram í skýrslu. Þannig að umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi til vegagerðarinnar. Takk Gulla. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykktir framkvæmdaleyfinu gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðir til kynningar. Dagskrárliður nr. 11, 24.04.008F, byggðar á Dalabyggðar, fundur 322. Hversu vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 12, 24.05.004F, byggðar á Dalabyggðar, fundur 323. Hversu vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 13, mál nr. 24.05.000F, fræðslunefnd Dalabyggðar. Hversu vill taka til máls þar? Svo virðist ekki vera. Dagskrárliður nr. 14, nr. 24.05.003F, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 147. Hversu vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 15, félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur 70. Hversu vill taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er það máltilkynningar. Dagskrárliður nr. 16, 24.01.002, fundargerðir samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 2024. Hversu vill ræða það? Svo virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður nr. 17, 24.01.007, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, 2024. Hversu vill ræða það?
Svo virðist ekki vera, þá er það dagskrárliður númer 18, 24.01.010, fundir heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2024. Hversu vill ræða það? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 19, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur fara hér yfir nokkur atriði sem að drifið hafa dagana síðan á síðasta fundi sveitarstjórnar þann 16. maí síðastliðinn. Maður heldur alltaf þegar maður sest við skriftir að þetta verður nú fljótt afgreitt og ekkert hafi gerst en þó maður í svona skýrslu nefni ekki allt sem að drífur á dagana, þá er ég með hérna yfir 20 atriði sem ég mig langaði að nefna. En auðvitað er það eitt og annað sem kemur inn á borð sem á ekkert erindi í svona yfirferð og skýrslu en hérna þarf samt að sinna og þá er ég ekki að gera meira úr mínu starfi heldur en annara í stjórnsýslu Dalabyggðar af því það sem að ég er að vinna er náttúrulega í miklu og góðu samstarfi mitt samstarfsfólk á skrifstofu Dalabyggðar og stjórnendur stofnana. Þannig að hérna svo það sé sagt og okkar mannauður er gríðarlegur. Heyrði, íbúafjöldi í Dalabyggð núna hann 2. júní síðastliðinn var 666 íbúar, var 658 hérna áramótin 2. janúar og 660 2. maí síðastliðinn. Þannig að við erum að tósast upp og enn og aftur en samt sem áður, okkur vantar fleira fólk og til að fá fleira fólk þá þurfum við fleiri íbúðir, þannig að það hangir alltaf á sömu spýtunni en engu að síður gleðilegt að okkur er að fjölga. Útboð á skólaakstri fór í loftið miðjan apríl og fengum við tilboð í allar 7 leiðirnar okkar og unnið er að frágangi á samningum við verktaka núna bara þessa dagana og stefnan að þeir verði lagðir kynntir fyrir byggðarráði á næsta fundi byggðarráðs 27. júní næstkomandi. Og útboðið þetta er unnið í góðu og miklu samstarfi við Ríkiskaup. Forsetakosningar gengu vel fyrir sig hér í Dalabyggð og er full ástæða til að hrósa öllu því góða fólki sem kom að framkvæmd þeirra og ekki síst kjörstjórninni okkar. Öll gögn sem kjörstjórn úr Dalabyggð skilaði af sér voru óaðfinnanleg og sá formaður kjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi ástæða til að hringja sérstaklega og hrósa okkar fólki og geri ég það sömuleiðis hér með. Og auðvitað óskum við hér í Dölum nýkjörnum forseta, Höllu Tómasdóttur til hamingju með kjörið og væntum þess að fá henni heimsókn til okkar hér í mesta sögu hérað landsins fyrir en seinna. Upplýsingafundur vegna verkefnisins Gott að eldast á Vesturlandi var haldinn í Nýsköpunarsetrinu þriðjudaginn 21. maí síðastliðinn. Þar mætti Laufey Jónsdóttir, svokallaður tengslafulltrúi verkefnisins og var með kynning á verkefninu. Það var góð mæting og umræður sömuleiðis og vonandi auðnast okkur að standa vel að þessu verkefni hér í Dölum í góðu samstarfi við Félag eldri borgara, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og aðra hlutaðeigandi. 22. maí síðastliðinn mætti undirritaður ásamt fulltrúum Ólafsdalsfélagsins á fund fjármálaráðherra til að ræða málefni Ólafsdals og þá uppbyggingu sem þar er í gangi. Ólafsdalsfélagið hefur stutt ötullega við og haldið þeim merkum minjum sem í Ólafsdal eru á lofti og mikilvægt að góð sátt náist með öllum hagaðilum sem að uppbyggingu og varðveislu Ólafsdals koma með einum eða öðrum hætti og fór formaður umhverfis- og skipulagsnefndar hér aðeins yfir stöðuna áðan og kynnti í rauninni þá tillögu sem liggur fyrir að uppfærðu aðalskipulagi og hvar það mál er statt. Breytingar urðu miðjan maí á stjórn samstarfsverkefnis okkar í Dölum með vinum okkar á Reykhólum og Ströndum varðandi brunavarnir. Unnið verður að því í sumar að móta starf slökkviliðanna og stjórnun og leggja línur hvernig best verður að málum haldið til framtíðar og eins og áður sagði þá hyggist við ekki auglýsa starf slökkviliðsstjóra enn sem komið er og við þurfum að velta fyrir okkur næstu skrefum okkar hér í Dalabyggð og þá í samstarfi við samstarfsaðila eða hvernig við höldum á málum. Byggðarráð úthlutaði lóð við Vesturbraut til Ólís á fundi sínum fyrir stuttu. Lóðin og skipulag hennar er nú í grenndarkynningu og er umsagnarfrestur til 8. júlí næstkomandi. Vonandi nær Ólís að hefja framkvæmdir við lóðina fyrir lok sumars og ég vil nefna það hér að það er fagnaðarefni að samkeppni á eldsneytismarkaði nái til okkar hér í Búðardal í kjölfar þessa verkefni sem vonandi, eins og fyrr sagði, fer af stað í síðsumars. Hér var nefnt áðan og farið yfir samning okkar við ungmennafélagið Ólaf Pá afnot slökkviliðsmanna að líkamsræktarstöðinni og bara
mikilvægt það góða samstarf sem við eigum við ungmennafélagið bæði þá aðgengi slökkviliðsmannanna okkar, eldri borgara og annarra og það þakkarvert sú góða aðstaða sem hefur verið byggð upp hér í Búðardal, þannig að væntanleg íþróttamannvirki að við þurfum að taka mið af því og eiga gott samtal við Ólaf Pá varðandi þessa aðstöðu, hvernig við stöndum saman að því að staðsetja líkamsrækt og annað slíkt. Skólaslit Auðaskóla fóru fram þann 3. júní síðastliðinn. Var það glæsileg samkoma og gaman að sjá hve vel var mætt í Dalabúð og það að mínu mati algjörlega til fyrirmyndar hvernig haldið utan þessa athöfn með aðkomu barna á báðum skólastöðum, það að segja leik- og grunnskóla, og það var gaman að sjá útskriftarnema í leikskólanum standa upp á sviði með 10. bekkingum hér á athöfninni, þannig að ég held að mörg lítil hjörtu hafi stækkað verulega við þessa athöfn og við megum vera stolt af þessu. Farsældardagur Vesturlands var haldinn í Borgarnesi 16. maí síðastliðinn. Það var fjölmennt á deginum og voru fulltrúar frá öllum sveitarfélögum á Vesturlandi saman komin og markmið dagsins var að styrkja bæði þekkingu og tengslanet þeirra aðila sem koma að farsældarþjónustu barna og ungmenna á Vesturlandi. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, setti daginn og skrifað var undir samkomulag við Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi ráðningu verkefnastjóra í farsældarmálum. Vesturlandi þannig fyrsti landshlutinn til að sameinast svæðisbundið farsældarráð. Dagurinn fór þannig fram að öll sveitarfélögin segðu frá sínum fyrirmyndarverkefnum sem tengjast farsæld barna á milli þess sem unnið var í vinnulótum. Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri Auðaskóla, og Jóna Björg Guðmundsdóttir, verkefnastjóri fjölskyldumála, kynntu stöðu Auðaskóla og fóru yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað síðastlið ár og orðið til þess að stoðir, þjónusta og stuðningur við börn og fjölskyldu þeirra hefur styrkst hér í Dölum. Í lok dags var undirrituð samstarfsyfirlýsing verkefnið Öruggara Vesturland samráð gegn heimilisofbeldi og þar einnig lögð áhersla á öflugra forvarnastarf og snemmtækar íhlutanir fyrir börn og ungmenni á Vesturlandi og í rauninni það sem var kynnt hér áðan varðandi umræður á síðasta félagsmálanefndarfundi í rauninni ein afurð þessa verkefnis. Fundað var í byrjun júní með Vegagerðinni varðandi aðgerðir til að auka umferðaröryggi á þjóðveginum í gegnum Búðardal í sumar. Fyrir liggja eftir þann fund áform aðgerðir sem nú verið að kostnaðarmeta af hálfu Vegagerðarinnar og standa vonir til þess að hægt verði að ganga í að minnsta kosti hluta þessar aðgerða nú strax í sumar. Felast þessar aðgerðir meðal annars í því að fríska upp á eyjur við innkomuna í þorpið beggja vegna, fjölga gangbrautum á veginum í gegnum Búðardal, bæta lýsingu eða lengja lýsingu frá þéttbýlinu og upp að afleggjara upp að Hesthúsahverfi og áfram mætti telja. Þannig að það var ánægjulegt, það ekkert alltaf ánægjuleg samskipti við Vegagerðina en þetta samtal var gott og vonandi verður eitthvað úr þessu öllu saman af því það skiptir okkur miklu máli. Talandi vegamál, þá hélt atvinnumálanefndin okkar spjallfund á Nýsköpunarsetrinu þann 4. júní síðastliðinn og gott samtal var þau mörg brýnu verkefni sem við þurfum að hjálpast að við að halda á lofti gagnvart vegamálayfirvöldum. Og daginn áður, eða öllu heldur 2 nóttum áður, höfðu kröftuðir fulltrúar okkar í Dölum plantað sumarblómum í valdarholur á Skógarsandavegi. Það voru nóg að velja en þær voru vel valdar. Og vakti sá gjörningur og þau friðsælu mótmæli mjög verðskuldað athygli bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og víðar og hefur þessi gjörningur greinilega vakið athygli því það sem ég hef allavega komið eftir að þessar fréttir birtust af þessum gjörningi að þetta alltaf mjög framarlega í forgangsröðun samtals sem verður. Starfshópur á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra nú að lokametrum í sinni vinnu og stefnan nú að reyna að skila tillögum okkar varðandi tækifæri sem í Dölum eru á málefnasviði ráðuneytisins til uppbyggingar og eflingar fyrir lok þessa mánaðar. Það markmiðið og við áttum góðan vinnudag í síðustu viku og erum svona að leggja lokahönd á skrif sem verða síðan kynnt fyrir sveitarstjórn og öðrum hlutaðeigandi. Vinnuskólinn okkar hér í Dölum hóf störf í morgun og eru 6 krakkar skráðir til leiks. Sigríður Jónsdóttir hefur yfirumsjón með skólanum og hópstjóri hefur verið ráðinn Sölvi Meldal sem með krökkunum á vettvangi og það vonandi að starfið í sumar verið kraftmikið og gott og þess sjáist merki hér hjá okkur í Dölum. Við vorum á sameiginlegum fundi með ungmennaráðinu hér áðan og þeim góðum áherslupunktum sem krakkarnir komið með hefur verið beint til sveitarstjórnar og við gerum því betur skil á næstu fundum. Svo vil ég vekja athygli á í rauninni fréttum sem hafa verið að birtast á heimasíðunni okkar varðandi til að mynda
matjurtagarðurinn hér við Hesthúsahverfið er tilbúinn og geta áhugasamir ræktendur farið og valið sér reit og það bara gildir frumskógarlögmálið, fyrstur kemur, fyrstur fær, en þetta er að ég tel gríðarlega jákvætt og spennandi verkefni og það eru fullt af grænum fingrum í héraðinu, veit ég. Nú, sumarbingo bókasafnsins okkar verður endurtekið þriðja sumri núna í röð og bingo er lestrar átak okkar í Dalabyggð yfir sumartíðin fyrir börn á aldrinum 5 til 12 ára og gríðarlega mikilvægt að halda lestri á lofti yfir sumarmánuðina eins og hina mánuðina. Því náttúrulega lestur er grundvöllur svo margs og í rauninni alls í lífinu. Það er lestur og margfaldtaflan eins og ég segi við barnabörnin mín að ef þetta er í lagi þá getur ýmislegt gerst í kjölfarið. Þannig að ég er ekki að segja að bókasafnið eigi að fylgja eftir margfaldtaflunni en lestur skiptir máli. Nú, Dalabyggð hefur samið við málmendurvinnslufyrirtækið Furu e.h.f. söfnun brotajárns og fleiri úrgangsflokka í sumar og áætlað að söfnunin fari fram í kringum mánaðamótin júní-júlí og söfnunarátakið kemur í stað málmgáma sem hafa verið aðgengilegir í viku í senn víðs vegar sveitarfélagið á sumrin. Sú söfnun eða sá háttur verður áfram með timbrið með sama sniði og verður kynnt sérstaklega þegar þar að kemur. Og þessi átök okkar eru innifalin í sorphirðugjöldunum og ætluð greiðendum þeirra, heimilum og frístundahúsum og nánari upplýsingar á heimasíðunni okkar dalir.is. Nú, eins og kynnt hefur verið á heimasíðunni okkar, þá er í undirbúningi að samhliða undir júníhátíðahöldunum þegar sem við fögnum 80 ára lýðveldisafmælinu, að þar fögnum við þessum degi í dag, 30 ára afmæli Dalabyggðar, þannig að veitingar hér á þessum fundi og í kjölfarið eru af mjög skornum skammti, en það verður aftur á móti slegið vel á 17. júní, þannig að þar mætum við öll og gerum þeim veisluföngum góð skil. Ég vil fá að þakka þeim sem hafa haldið utanum undirbúningin, menningarmálanefndin okkar, starfsmanni nefndarinnar og síðan þeim félagasamtökum sem koma framkvæmd þessa dags kærlega fyrir og við sjáum það á heimasíðu Dalabyggðar og samfélagsmiðlum að hér erum við með mjög þétta og flotta dagskrá þennan dag. Og veðurspáin lofa góðu, þannig að ég er handviss um það að okkur er ekkert að vanbúin að gera okkur glaðan dag. Nú, ég vil hér í skýrslu minni minnast á að nú er kjörtímabil þar sem við erum stödd á hálfnað. Núverandi sveitarstjórn Dalabyggðar tók formlega til starfa þann 2. júní árið 2022 afloknum kosningum. Tíminn flýgur en við, þessi tímamót er rétt að staldra ögn við, horfum öxl og fara yfir þau markmið sem þið, ágætu sveitarstjórnarmenn, settið ykkur bæði í aðdraganda kosninga sem og strax í kjölfar þeirra. Stjórn sveitarfélags fylgir ábyrgð og í lok dags eru það alltaf þið, kjörnu fulltrúar í sveitarstjórn sem berið ábyrgð gagnvart umbjóðendum ykkar sem eru skattgreiðendur í Dalabyggð. Sú samheldni sem ríkt hefur þetta kjörtímabil er ekki sjálfsögð en sýnir styrk og ég vona svo sannarlega að sá starfsandi ríki áfram. Það er ekki þar með sagt að hlutirnir séu ekki ræddir og skipta skoðunum, en þegar niðurstaða liggur fyrir þá er það stefnan sem er tekin. Og hér fyrr á fundinum þá eru oddvitaskipti og vil ég þakka og endurtaka þakki mína til fráfarandi oddvita fyrir afar gott og farsælt bæði starf í þágu sveitarfélagsins og okkar samstarf og eins að óska nýkjörnum oddvita til hamingju með embættið og ég er handviss um það að við höldum áfram sama stími og í þágu samfélagsins og þess til heilla. Nú, að lokum aðeins bara að minnast á þau tímamót sem við í Dalabyggð stöndum á í dag, þriðjudaginn 11. maí 2024, ekki bara 30 ára afmæli heldur líka að þessi gríðarlega stóra og mikilvæga framkvæmd er að fara af stað sem við ætlum að 11. júní, sagði ég 11. maí. 11. júní, takk fyrir. Þannig að ég á eftir að fletta dagatalinu einhvers staðar. En allavega, 11. júní er gríðarlega stór og dýrmætur dagur í sögu Dalabyggðar. 94 var til sveitarfélagið í upphafi, við fögnum 30 ára afmæli í dag og svo þessi skóflustunga á eftir. Það eru spennandi tímar en auðvitað mun þetta taka í. Við þurfum að vanda okkur og undirbúa vel alla öryggisþætti í kringum framkvæmdasvæði og taka tillit til eins og kostur til þeirrar starfsemi sem í gangi verður í leik- og grunnskóla. En jafnframt þurfum við að temja okkur ákveðið æðruleysi því það mun ekki verða hjá því komist að ónæði verði en þá þurfum við að muna að þetta gengur hratt yfir og þann 4. febrúar 2026
í síðasta lagi fáum við fullbúið mannvirki. Aftur æðruleysi og æðruleysisbænin á oft vel við, þannig að, og ég hef aðeins, við höfum rætt það á mínum vinnustaða að hérna oft er gott að hafa hann í huga. En til hamingju íbúa Dalabyggðar, núverandi og verðandi, 11. júní er og verður merkisdagur í sögu Dalabyggðar. Takk. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð, Bjarki. Hver sem vilja taka til máls varðandi skýrslu sveitarstjóra? Heyrðu, þá ætla ég bara að slíta fundi. Næsti fundur eins og kom fram áðan verður 15. ágúst hjá sveitarstjórn. Takk fyrir.